Þetta eitthvað annað? Já. Þú lengra í hérna bara? Nei, ég næði ekki þessum. Hvað veit þið? Já, ég hugsa það. Hvað svo, hvar hækkar maður og lækkar í sjálfum sér eða slekkur á sjálfum sér? Hvar hækkar maður eða slekkur á sjálfum sér? Er það í eyrunum? Já, eða mikrofónum? Ok, þannig að það ekkert, ég get ekki loka fyrir mikrofónu sjálfur ef ég þarf að hósta eða eitthvað. Þá bara tek ég þetta af mér. Fáum við að vita hvernig við verðum live og það fyrir. Jæja. Í 9. flokki stúlkna í bikarkeppninni. Atlikinn heiti ég og með mér já, ekki kynna þér sjálfur? Já, Ingvar heiti ég. Það verður virkilega spennandi leikur örugglega í dag. Já. Það hafa verið tvö bestu lið inn á landinu undanfarin ár, þannig að það má búast við hörkuleik. Búast við hörkuleik, já. Þetta hefur verið mikið barátta á milli þessara liða. Njarðvík reyndar hefur unnið báða leikina í Íslandsmótinu í vetur. Já, og eru ríkjandi bikar og Íslandsmeistarar. Já. Þannig að Grindvíkingarnir eru glóðir hungraðir í að vinna í þessum alvöru leikjum. Já, ekki spurning. Síðasti leikur hjá þeim í deild var hörkuleikur. Já. Og það mæta allir tilbúnir í svona leiki. Já, það er bara þannig. Ef við förum aðeins í byrjunarliðina þá hjá Grindavík byrjar Elísabet Ýr, Júlía Rut, Viktoría Rós, Ása Björg og Hulda Björg og Njarðvík byrja Sara Mist, Vilborg, Anna Lilja, Lára Ösp og Júls. Þetta eru allt saman góðu leikmenn allavega svona. Og það verður bara spennandi að sjá hvort liðið bara, ef maður betur stemt, verður ekki svona, er það dagsformið núna, Ingvar, eða? Já, auðvitað skiptir spennustigið miklu máli í svona leikjum. Algjörlega. Þetta eru jöfn lið og þannig að dagsformið getur skipt sköpum í þessu. Já, við sjáum, þetta er nátt. Þetta er náttúrulega ekki fyrsta skipti sem að 9. flokkur er fyrsta árið í bikarúrslitaleik, eða ekki? Þannig að þær hafa aldrei verið hérna áður. Þær hafa sennilega þá, já. Sennilega er það rétt. Þannig að þetta er nýtt fyrir þær. Allavega þetta. Já, það eru þá ekki ríkjandi bikarmeistarar Njarðvíkurstelpu, heldur bara Íslandsmeistarar. Já, en gæti orðið eftir svona 1,5 tíma.
Það kannski ágætt að komið fram að við erum náttúrulega með mikla reynslubolta sem að stýra þessum liðum. Við erum með Ellert Magnússon og sem hefur, ég veit ekki hvað hann er búinn að vera lengi í þessu, og Ólöf Helga með honum, og svo erum við Birgir Sverris og Jóa Krispins hinum megin, þannig að þetta er bara, geti ekki verið betra. Nei, bæði lið með topp þjálfara og topplið, þannig að þetta verður hörkuleikur. Þetta var skemmtilegt leiða til. Ævintýraleg leiða til hérna hjá Láru, en Já, hún kom skot á körfuna, það var ekki. Hún áttaði sig á því að skotklukkan var að renna út og reyndi að leysa úr þessu. Já, Njarðvík byrjaði hérna að pressa. Alla völl. Grindvíkingar eiga erfiðleikum að koma með inn, en það hefst. Dræfa hérna sett á körfuna. Viktoría með skot, það gengur ekki. Annar Lilja með þrygg, getaði skot, fennir af. Elisabeth fer bara sjálf. Hún ætla bara alla leið stelpan. Það er bara þannig, sækir 2 víti. Vel gert hjá Elisabeth. Elisabeth er hávaxin stelpa, en hún er ótrúlega flink með boltan og hleypur völlum vel. Já. Fyrra viti gengur ekki hjá henni. Nei. Seinna gengur. Fyrstu stígin komur að töfla. Grindavík kom yfir. Já. Júls missir þetta layup. Njarðvíkingarnir duglegir í frákostunum. Já. Það eru grimmar í vörninni Grindavík. Keyra hratt. Elisabeth aftur fyrst. Skref. Maður er alltaf ánægður með það þegar þjálfarar er að benda leikmönnum og að nota spjaldið. Já. Það er oft gott að geta kastað í það. Það hjálpa manni. Spjaldið besti vinum körfuboltamannsins. Það er bara þannig. Hörku vörn hjá Grindavík hérna aftur, en fljótfærar. Tapa boltanum aftur, en það er alveg ljóst að Grindavík ætlar að selja sér dýrt. Já. Lára finnur Söru. Það er eiga bara í dálítiðum erfiðleikum að komast á körfunni. Njarðvíkingarnir þessa stundina. Skóklukkan rennur út. Aftur rennur skóklukkan út. Já. Hörku vörn sem Grindavíkurlið er að spila og Njarðvíkingar bara í mesta basli. Júlía keyrir ekki bara allalega körfunni. Já, aftur víti. Það er verið að vera líka fljóta tilbaka Njarðvíkurstelpurnar. Það eru reyndar að pressa dálítið. Það er verið að hlaupa tilbaka. Já, það er í svona maður og mann pressu, já. Og ef það missa mannin sinn þá framfyrir sig, þá eru þeir í vandræðum. Setjum fyrsta. Grindvíkingarnir komin 3-0 bara yfir hérna í byrjun. Njarðvíkingarnir eftir að koma stíu á töfluna. Þeir eru bara gaman að sjá hvað að gera núna, hvort það ná að leysa þetta. Þvílík barátta. Flott barátta. Og Njarðvíkingar hafa 6 sekúndur. 6 sekúndur. Á skólklukku. Hendur honum upp. Nei.
Vel gert, en klikkar á sniðskoti. Njarðvíkingandi keyra tilbaka í baki á þeim. Sjáum hvað gerist. Já, alla leið. Já, glæsilega gert. Vel gert hjá Önnu Lilju. Já. Það var gott fyrir Njarðvíkingar að ná körfu. Já, svona mest í hrollunum fyrir úr núna. Já. Já, það er ekkert í sérstökum vandræðum með að lesa þessa pressu. Nei, en brenna út 2 sniðskotum. Sækja Njarðvík hratt. Þetta er frábær barátta. Frábær barátta. Grindvíkingar henda sér á hvern einasta lausa bolta. Já, kemur þristur. Það er brenna af. Vilborg tekur frákastið. Fótur dæmdur. Fótur dæmdur, já. Njarðvík og Engast. Skipting hjá Njarðvík. Unnur kemur inn fyrir Ásu. Já. Unnur er ári yngri en þessar stelpur sem eru að keppa hérna. Já. Það er gaman að sjá hvernig hún kemur inn í þetta. Efnileg stelpa. Já. Glæsileg send. Ábær sending hjá Júlíu inn á Elisabetin. Hún missir sniðskotið aftur. Það er greinilegt að kannski getum við kennt spennu stuðunum. Það eru svona... Já, það eru svolítið að missa þessi stuttu skot. Já. Hulda styrir á körfuna. En brenna þær af báðum megin. Þetta var hugguleg hreyfing. Flott hreyfingarna hjá Láru en saga leiksins hingað til. Já, við kíkjum yfir kannski svona törfræðina á milli leikluta en það verður gaman að sjá hvernig Viktor í 3 stiga skot rennir af Grindavík tekur sóknarfrákastið. Þetta var rosalega vel gert. Flott hlaup á körfunni, góð sending. Góð sending og vel klára hjá Huldu. Það er 5-2 fyrir Grindavík þetta. 3 mínútur eftir það bara fyrsta leikluta. Lára hefur með hann fer á körfuna. Sendir hann út af. Þetta er þreföld skipting hjá Njarðvíkingum. Það er Kamila og Elva Lára og Sigurveig koma inn fyrir Láru, Júls og Söru Mist. Já. Og Hulda kemur út af hérna hjá Grindavík líka. Inn á kemur Hekla. Hún er ári yngri. Góð hreyfing. Þetta var dæmi villu. Heppin að fá ekki skref á sig. Já, ég er sammála því. Bylgja vildi skref. Ég er ekki frá því að hún hefur eitthvað til síns máls. Já, ekki spurning en dómar er reiður og... Deilir ekki við dómarann. Það þýðir lítið. Já, þú getur reynt. Ég veit ekki hvað færðu því. Melkorka kemur inn á fyrir Elisabetu.
Það verðist vera smá reikistefna á hérna töflunni. Spurning hvort að það sé vegna þess að Hekla sem var að koma inn á hjá Grindavík er skráð á skýrslu númer 13. Já. En er númer 15 í búning, þannig að það gæti hafa skapað hérna smá rugling. Það brenna brenna báðum skotunum. Já, fá boltan aftur. Baróta góðri baróttu. Þetta að koma boltanum í leik og vörðunarryggingunum. Njarðvík á hann. Tapunum úr einkasti. Já. Njarðvíkingar kannski aðeins að herða vörninu sér líka. Já. Þetta svona leikur góðra varna kannski hingað til og klúðrar að leiðopa. Vonandi að það fara að lagast. Sóknarvilla dæmd á Vilborgu. Já. Grindavík voru búin að ná sér í stöðu. Já. Og bíð eftir henni. Bíð eftir henni kom á fullum krafti og fengur ruðning. Viktoría fyrir allalega á koruna, góð sending. Villa, Karvan, góð. Góð sendingi á Viktoríu hérna og Unnur skilar þessu. Það er augljóst að dagskipunin hjá Ella og Ólafur að keyra í baki á Grindvíkingunum. Hlaupa dálítið. Ekki leyfa þeim að setja upp þessa aggressífu vörn sem að Njarðvíkur er vanar að spila. Já. Bara varnarleikurinn að Villa Melkorku. Ég held fyrsta Villa á Grindvíkingi leiknum, já. Það stemmir. Það kemur Eva Sólan inn á fyrir Önnu Lilju. Já. Ein örfend fyrir aðra örfenda. Já. Það er Njarðvík á hennan, 11 sekúndur eftir að skorklukkunni. Sjá hvað er sett upp í núna. Njarðvíkingarnir svona þurfa að fara að fá körfu. Bara svona aðeins til þess að létta á svona spennunni. Já, þetta er orðið búið að vera erfitt hjá þeim. Tefnt Villa á Júlíu. Vilborg var hann á póstunum. Það er farið að þrefald á hana. En tefnt Villa. 2 skot vettalega fyrir Vilborgu, já, það ekki, jú. Dæmi Villa á 11, dæmi aðra Villa á Júlíu. Já, hún var dæmt á það og hún hefur verið sein að koma í hjálpina. Já, þannig að hún er á leiðinni smá pásu, sýnist mér. Elisabeth Sestina til að skipta. Vilborg er svona sérstakur leikmaður með það. Hún þetta er bakvörður, leikstjórnandinn í liðinu þeirra. En hún er rosalega grimm að bæði sækja korfuna og að fara á póstinn og póstu. Sterk stelpa. Já, hún er náttúrulega mjög líkamlega sterk. Þannig að það er erfitt að eiga við hana bara hvar sem er á vellinum. Og góð þarna með bakið í korfuna. Þannig að já, Júlía komin út af. Njarðvíkingarnir stilla aftur upp í svona pressu. Já, þetta er reddast. Löng sending, Melkorka verið leið á bættalega og skilar þessu. Ég er svona veltiði fyrir mig hvort að Njarðvíkingarnir ætti ekki bara að spila bara vörðin á hálfu velli. Það eru búin að skora megna þessum stigum upp úr þessum hröðu sóknum. Já, engin spurning. Þær eru að gera ágætlega framalega á vellinum, Njarðvíkingar. En svo missa þeir aftara línuna fram hjá sér. Já. Og þá er engin hjálp eftir. Nákvæmlega. Vilborg aftur með bakið í körfuna, frábær vörn hjá Grindavík. Þetta er
Það er pressa áfram. Kemur Krista Gló Inn á, hver fór út inn á af? hjá Njarðvík. Vilborg fór út af. Vilborg fór út af. Hulda inn fyrir Viktoríu. Njarðvíkandi vilja fá skref þarna. Já, aftur held ég að það er að dekka til síns máls. Ég skal alveg, og fá villu síðan núna. 2 skot, Bylgja kvartar nú ekki verið sem villudómi. Nei, en nú hvart hefði það ekki þetta skref. Já. Já, dómarinn, það er aðvörun. Henda bekkirinn Njarðvíkingana. Hulda setur fyrsta vítið. 10-4. Frábær byrjun og Grindavíkurstelp. Mjög gróð. Koma Grimmarinn inn í leik. Stuttur þessi, en sjáu þið þær. Njarðvíkingarnir, já, enda með hann. Þarna. Það er tapunum og það er tapunum. Ég segi nú bara að þetta endar í höndu Grindvíkinga. Unnur kemur hérna upp í boltan. Sending á Huldu, hún ræst á körun aftur. Elisabeth. Elva Lára tók frákastið. Villa á Njarðvík. Villa á Njarðvík, Villa á Kristu. 2 skot, bónus. Ok, Þetta er, já, sko, Njarðvíkingar eru bara að flýta sér mikið. Já. Það er að ná frákostum og flýta sér að losa boltan og svona komið smá panik í það. Grindvíkingar hafa komið þeim óvart. Já. Fyrsta vítið af 40 sekúndur í leikhlutaskipti þetta. Það er samt ekki nema 7 stig, en Njarðvíkingarnir þurfa nú samt að fara, svona, geta ekki biðið mikið lengur. Nei, 7 stig eru líka alltaf meira þegar það er lítið skorað. Já, algjörlega. Og það er búið að vera mjög lítið skorað í þessum leik. Já. Þannig að þá verða 7 stigin aðeins erfiðir að yfirstíga. Já. Þær keyra bara, þær eru Unnur að koma hérna virkilega sterk inn. Já, Grindavík refsa Njarðvíkingum fyrir þessa pressuvörn alveg aftur og aftur. Algjörlega. 5, 4, ok. Það þurfa að taka núna eða skot. Gengur ekki. Gengur ekki á Kamilu. Staðan. Það er 12-4 fyrir Grindavík eftir leikhlutaskipti. Eftir fyrsta leikluta segi. Það er að fara hérna yfir einhverja tölfræði þetta, Ingvar. Já, þetta er nú svona frekar jafnt. Grindvíkingar búin að taka 3 sóknarfráköst. Njarðvíkingar 3 líka. Njarðvík búið að taka fleiri varnarfráköst. Já. En 3 tapaðir hjá Grindavík. 11 tapaðir boltar hjá Njarðvík. Já, það er alveg svakalegt. Þar liggur stærstur munurinn. Þær hafa verið duglegir líka ráðast á körfuna náttúrulega í svo hraðablöfum Grindvíkingandi. Þær eru búin að taka 11 víti, reyndar ekki búin að hitta þeim úr 5. En Njarðvíkingarnir eru búin að fá 2 víti. Já, þær eru grimmar á körfuna og þær refsa fyrir hver einustu mistök sem að Njarðvíkingar gera. Algjörlega. Njarðvík er búið að skora sem sagt bara eina körfu utan að velli í fyrsta leikluta. 1 af 11 skotum. Þannig að það er nú vonandi að það hitna aðeins á þeim. Já. Grindvíkingar er búin að skora 4 körfur utan að velli og svo þessi víti. 5 víti. Já. En
en eins og ég segi, áðan, Njarðvíkingar, þær eru að stressast upp, þær eru að flýta sér og tapa boltanum aftur og aftur og Grindavík bara að refsa fyrir það. Sjáum hvort að Bylgja hafi náð að róa aðeins í leikleginu. Já. Gefa nú út Viktoria fer í þristinn. Herðu, það er bara... Þetta er onni. Vel spilið á Grindavíkurstelpum. Vilborg ræðst á körfuna. En Villa á unni sýnist mér, já. Nú verið að teygja sig eftir boltanum. Já. Njarðvíkingarnir setja þó upp. Það er Villa. Náðast á körfuna, komast á allavega á línuna. Já, Villa Melkorku. Já. Óþarfi að slá. Elisabeth var komin í flotta hjálpavörn og hefði ekki slegið þá hefði Lára þurft að taka erfitt skot. Já. Já, það er erfitt að skjóta yfir Elisabethu. Já, hún er hávaxin og langar hendur. Við erum ekki að taka sóknarfrákastið. Villa Viktoríu. Konar með 3 liðsfullur strax hérna á fyrstu 40 sekúndum leikhlutans. Þannig að það stutt í að... Stutt í bónus. Ja, bónusinn hjá Njarðvík, þannig að... Júlía hoppar hana. En það er... Hún sleppur með það, hjálpavörnin góð hjá Grindavík. Njarðvíkingarnir vilja á Villu. En fengi hann ekki, nei, Grindvíkingarnir segja. En Grindavík heldur boltanum. Hulda inn fyrir Melkorku. Þetta var huggulegt. Vel gert. Elisabeth fær boltan galopin undir körfunni. Það er svo mikilvægt að fá þessa auðveldu körfu líka. Ekki vera alltaf í einhverjum erfiðleikum. Þetta var svona bara þægilegt. Svo þetta er til dæmis ekki gott skot. Ekkert jafnvægi, þannig að... Nei, Sara gerir vel. Þetta er svona, þetta er allt einhvern veginn erfiðara hjá Njarðvíkingunum heldur en Grindvíkingunum. Enn sem komið er. Já. Grindvíkingur bara spila virkilega vel. Unnur fær hérna kvild, Ása kemur aftur inn. Það eru bara hérna 3 af 3. Elisabeth stutt og þægilegt skot. Herru, það er bara komið í 25 yngvar. Þetta er ótrúlegt. Ég átti alls ekki vona þessu. Nei, við þurfum ekki bara frá óska eftir Njarðvíkingunum hérna til leiks. Jú, ég held að komið tíma á það. Jói Krispus, sjálfur Njarðvíkingarna, hann var einfaldlega bara að biðja Njarðvíkingarna að ná andanum og slaka á. Já, það margt vitleysan er það. Já. Það þurfa aðeins að róa sig niður og svona ná áttum. Þetta setja þær upp í fyrir ekki bygguróli. Villa. Já, og 1. Bara end one hérna. Virkilega vel gert hjá Vilborgu. Flott svona Eurostep svo kallað. Glæsilegt. Smegir sér á milli varnarmannanna og klára vel sterkt með vinstri. Hún geigar. Júlía bara leggur í hann. Og Unnur er komin inn á aftur, við höfum mistað því. Hún setur þetta. Það eru svo fljótara föllin Grindvíkingarnir. Njarðvíkingarnir bara ekki nógu snöggir aftur.
Flott hjálp hérna hjá Júlíu. Mjög vel gert. Þá gefur hún Krista inn á fyrir Svörumist. Ég reyka augun í eitt að Njarðvíkingum vantar hana Helenu. Já, Hún Raps. Helenu Raps, hún er ekki í hópnum. Spurning hvort hún sé veik eða eitthvað svo leiðis. Það munar held ég minna fyrir Njarðvíkingana. Já, ekki spurning. Helena er flottur leikmaður og hérna hefði vafalaust hjálpað þeim í þessum leik. Elisabeth ræðist okkur. Hulda gefur Elisabetu upp í skotið. Æja, Njarðvíkingarnir rjúka af stað. Villa dæmd á Elisabetu. Júls fær 2 viti. Já. Eftir að hafa brent af galopnu, eða svona þannig, Leopi hérna. Fyrir skoti Geigar. Já, vítalínan hefur ekkert verið að gefa henni sérstaklega vel hérna þennan morguninn. Þannig hún hefur verið að stilla sig af, já. Kemur Júlía upp með bolta fyrir Grindavík. Hún fer í skot og setur hann að lyklinum. Þú verður að fara nær henni. Já. Hún var að setja skotið við að ráða, þetta er aðeins nær. Þannig að ég sá það að Bylgja var óhress með að varnarmaðurinn væri ekki nær henni. Já. Hún bakkaði bara frá henni. Já. Það er veisla fyrir góðan leikmenn að láta bakka frá sér. Nákvæmlega. Leikli hjá Njarðvík væntanlega, já. Já, Bylgja bæðum leikli. Ætlar væntanlega að fara yfir þetta aðeins með sínum stelpum aftur. Já. 24-8. 16 stiga munur. Já, annar leikluti hálfnaður. Ótrúlega tölfræði og Njarðvíkingarnir virðist bara að vera hálfs leikmenn út af laginu. Já, þetta hefur þessi barátta sem Grindvíkingarnir komið inn í þennan leik, hún virðist hafa komið kannski óvart, ég veit það ekki. Það eru rosalega grimmar varnarlega og keyra flott í bakið á þeim og hafa fengið fjölmörg stig úr Leópum. Já, en eru þeir Njarðvíkingar með 12 tapaða bolta. 12 tapaða bolta. Það er ótrúlega mikið á svona stuttum tíma. Það er dálítið mikið. Og á svona stuttum tíma eins og þú segir, sko, það er hérna. Já, Grindvíkingarnir hafa tapað 3. Já, það eru auka 9 sóknir sem að Grindavík er að fá. Já, og 8 stóðsendingar á móti yngri. Já. Þú sér það, sko. Grindavík er með 8 stóðsendingar og Njarðvíkingarnir er ennþá eftir að framkvæma það. Já, Njarðvíkingarnir hafa þurft að gera þetta svolítið einar og ekki náða að láta boltan flæða og spila saman. Þær hafa verið að ströggla við að koma og skotum á korfunni og þær þurfa að fara að rífa sig í gang. Já. Tíminn vinnur ekki með þeim allavega. Júlía fyrir allavega á korfuna. Og ný. Þetta var nú bara full auðvelt. Hún bara lappaði nánast alveg heima hring. Já, bara hjálpa vörnin seim og svo sem að var að dekka hana missir hana fram hjá sér. Þetta er svona svolítið saga leiksins. Já. Viktoría brýtur á Vilborgu þetta bara og það er bónus. Þær eru nokkra konar með 2 villur í Grindavík. Viktoría, Melkorka, Unnur og Júlía allar með 2. Aðeins Kamila sem komið með 2. Þannig að það er svo sem ekki vandræði fyrir að koma með 3 á þessum stígi leiksins. Nei. Grindvíkingar þurfa að brennir að báðum. Missi bæði vítin. Hlaupa.
Fyrir aftur á hringinn. Missir sniðskotið. En á ótrúlega auðvelt með að komast á Já, hringinn þessi stelpa. Bara virðist geta gert það þegar henni sýnist. Þristur. Það af. Njarðvíkingarnir taka sóknarfrákasti, fá annan séns. Vilborg, dræfar og eitt. Og setur það. Já. Kannski að þetta kveiki eitthvað aðeins í þeim. Já. Á svona... Væntanlega fyrsta stóðsendingin hjá Njarðvík þarna líka. Já. Flott frákast þarna hjá Júls og fann hlaupi hjá Vilborgu. Hún brennir af vítinu. Og Grindavík hleypur í baki á þeim. Já. Og Júli ætlar hann að fara aftur á körfuna. Fer á vinstri hendina. Ása. Ég vilja sjá hann að hendi spjaldið þarna. Já. Skjóti spjaldið. Frábærlega gert hjá Júlíu. Frábær. Frábær leikmaður. Það skipta hann á skyninu. Elva. Vilborg fer í þristinn. Og spjaldið honni. Setur hann spjaldið honni. Já. Það sannast enn og aftur. Spjaldið. 26-13, 3 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Elisabeth með þar á leiknum. Hún fer bara alla leið. Eins og að drekka vatn. Þær komast alltaf á hringinn Grindavík. Já. Vilborg ætlar að gera dræfa. Nei, hún snýr við. Þetta er bara... Vörnin hjá Njarðvík er ekki nógu góð. Glæsileg barátta varnarlega hjá Grindavík. Viktor er með hann. Einhvern tímann hefði nú verið flaut að skrifa þetta. En það var ekki flauta. Nei, ekki núna. Ekki í leiknum til þessa. Ekki í leiknum til þessa. Melkorka kemur inn fyrir Júlíu. Já. Viktor er komið með 3 villu fyrir Grindavík. Já. En hún er áfram inn á. Já. Hvort það væri snjallt að gefa henni pásu fram að hálfleik, en við sjáum. Já, eða jafnvel gefa henni smá pásu frá því að dekka Vilborgu. Já, eða það. Vilborg hefur verið að sækja mikið af þessum villum. Algjörlega. Þryggjast eða skot. Hver inn á frákastinu? Hann endar hjá Grindvíkingum. Og Hulda allarlega á körfu. Og eitt! Þessi var alveg svakalega flott maður. Þetta er bara að ráðast á körfuna. Það er einhvern veginn dagskipunin hjá þeim í gulklæddu. Já, það er bara að ráðast á körfunum hvert einasta skipti. Já, ekki mörg skot sem hafa komið hérna svona langt utan af velli, nema kannski eins og áðan í þegar þú þarft að gera það því að skólklukkan er að renna út. Já. Vítaskoti Geigar. Varnarleikurinn hjá Njarðvík, hann er bara ekki nógu góð. Nei. Það er halda engum fyrir fram að sig. Já. Og Grindvíkingar eiga allt og auðvelt með að gera þá hluti sem að þær vilja og ætla sér. Já. En Viktor er ennþá á Vilborgu. Hún bara ætlar að klára hennan hálfleik á þess að fá sér villu, eða bara fá sér fjórðu. Það kemur í ljós. Já, þú þarft að vera ansi grimm varnarlega þegar þú ætlar að dekka Vilborgu. Þetta Geigar. Sigurður með frákasti, og missir aftur það. tekur það, nei, Hulda enda með boltan. Og aftur svona, svo faraði bara á hringinn. Æja, út af. Þetta var svona erfiðar að leiða og peldur hringa til. Já, þarna var hjálpavörnin hjá Njarðvík komin. Og voru
fyrir. Krista Gló Kemur út af Kemur fyrir út af. Evu. fyrir Efu. Vilborg kemur upp með boltan. Viktoría á henni. Melkorka. Sigurveig fær hann hérna. Það er 3 stiga tilraun. Þessi var einhvern veginn aldrei á leiðin onni. Þær hendar sér á alla bolta Grindvíkingarnir. Melkorka endar sennilega með þennan. Ása er með hann. Hún tekur hann upp hérna miður velli. Nei, þessi var ansi. Þetta var Erfið sending. erfið sending og Njarðvíkingar komast inn í. Já. Aftur 3 stiga. Það er Geiga. Það er eftir kannski að taka Grindvíkingarnir til fyrirmyndar og ráðast á körfuna Njarðvíkingarnir. Það er hálfmít eftir Já, það er að setja sig svolítið við Já. langskotin. langskotin. Það er erfitt þegar þau eru ekki að detta. Algjörlega, Ása fær hann. Tekur skotið, brennir af. Að bara á þeirri sekundu sem skóklukar rennur út. Njarðvíkingarnir fá síðustu sóknina. 10 sekúndur eftir. Heyrðu, og missir hann. Viktoría spilaði bara, gerði vel hann. Njarðvíkingarnir fá þennan bolta. Ok. Rétt rúmar 2 sekúndur eftir. Nei, stuttur. Jæja, erðu. 17 stiga munur í hálfleik. 17 munur í hálfleik. Við ef við ekki bara fá okkur kaffi og koma svo aftur sprengir inn í seinni hálfleikin og förum kannski aðeins yfir. Við tölfræðina Já, þeirra. svona rétt fyrir 3. Ekki spurning. Kveðum í bili. Já, blett.
það er svona svolítið einkennandi fyrir leikinn. Já. Grindavíkurstelpurnar hafa verið að gera þetta saman í sókn og vörn. Algjörlega. Á meðan að Njarðvíkingar hafa svolítið verið að baksa við þetta svona hver í sínu horni og verið svona átt í erfiðleikum varnarlega líka. Já. Elisabeth búin að eiga flottan leik fyrir hérna Grindavíkurstelpum með 7 stig, 5 frákast, 3 stóðsendingar. Já. 2 stolna bolta. Hjá Njarðvík er Vilborg Já, með 9 stig. lang atkvæðamest 3 frákast, fyrir sitt lið. 4 tapaðar reyndar. Já, mæði mikið á henni. Já, hún er mikið með boltan, þannig að það er, þú veist, það er bara þannig. Grindvíkingar leggja mikla áherslu á að stoppa hana eða gera hlutina eins erfið að geta fyrir hana. Viktoría er búin að djöflast í henni allan leikinn. Búin að fá 3 villur en búin hérna að gera vel oft á tíðum. ekki spurning. Júlía meðan reynir sennilega að fara á körfuna. Þarna, Jæja, það er stelunum. Smá líf í Njarðvíkurstelpum. En þær voru bara náðu að fara að fljóta tilbaka. Það var samt allt annað að sjá varnarleikinn hérna hjá Bæði varnarleikinn Njarðvíkurstelpum. og bara hvernig það svona lögðast það í sóknina líka. Það var svona, voru ákveðnari. Það er lay-up, Óni. Vel gert hjá Önnu Lilju. Já. Góðu varnarleikur hérna. Já, þarna er nú bara mætt. Já. Þetta var það sem var að gerast í fyrri hálfleik. Þarna voru þær bara ekki mættar í hjálpavörðuna. Æ. Högg á öxlina. Já, það er ekki gott. Hún fór úr axlarlið. Axtra lið í síðasta félagmóti fyrir jól í Keflavík. Og það hérna var á mjög svipaðan hátt og þetta. Já. Að vísu akkurat þar var það hún sem var að slæma hendinni í boltan. En hérna þetta var virkilega vel gert fyrir Erfingunum. Flott sending hérna hjá Láru Sindismér og flott hlaup hjá Júls. Já, það er eiga fyrstu 4 stigin, Erfingarnir. Elisabeth fær hann á blokkinni fyrir skotið. Gengur ekki, stíga vel út. Og keyra að stað. Anna Lilja með þrist. Gengur ekki. Þessi hefði nú heldur betur kveikt í þeim. Já, það hefði bara... Þannig að glimmaði sér og Hulda. Ég held að hún væri komin og langt út í korfuna. Hún náði einhvern veginn að sveifla hún. Það glemdi sér í vörðinni hana. En Njarðvík kemur í sókn. Þriggja stiga skot. Þriggja stiga skotin hafa ekki verið að ganga upp. Þeir eru búin að taka 11. Það voru 1 af 10 í hálfleik. Í hálfleik. Búin að taka núna 2. Já. Unnur kemur inn fyrir Huldu. Nei, Hekla fyrir ekki við. Nei, þetta er Hekla. Kemur inn fyrir Huldu. Elisabeth, stutt skot. Melkorka tekur frákastið. En þær ná honum, Njarðvíkingar. Voru snöggar að leiðrétta þetta. Góð hjálpavörn. Erfitt skot þarna hjá Júls. Mjög erfitt. Viktoría fyrir á körfuna. Missir. Vilborg. 1 og 3. Það var erfitt skot að fara í. Já. Vinstri handar. Ég held hún væri
hætt við þegar Já. hún svona stoppaði og ætlaði að setja upp, en það hefði kannski verið skynsamlegra. Þetta er Sjáum svona... vörnina sem að Viktoría spilar, hún er að gera virkilega vel hérna á Vilborgu. Já. Anna Lilja gerir vel. Já. Þetta er 13 stiga leikur. Anna Lilja kom með 6 stig. Já. Hún þarf að stiga svolítið upp. Hún er hérna svona eitt af þeirra sóknarvopnum. Elisabeth fer alla leið, leggur að spjaldi honi. Víkingarnir þurfa að ná þessum stoppum eftir skoraða kurvu. Já, ná að kroppa aðeins í forustuna fyrir loka fjórðunginn. Þetta er nú kannski ekki alveg þess sem að þjálfararnir í Njarðvík að biðja um. En þeir ná honum tilbaka. Þetta er svona frekar... Varuskot og Grindavík. Það eru dálítið staðar í sókninni núna, Njarðvík og stelpurnar. Það er svona... Koma Melkorka og Önnur fyrir Júlíu... Nei, Hulda og Önnur fyrir Júlíu og Melkorku. Á síðustu sekundu skóflugóðar. Vel gert hjá Önnu Lilju. Vel gert að ráðast á kurvuna. Það hefur gefið best í þessum leik allavega. Já, ekki spurning. Það er að hitta illa fyrir utan og þá þurfa að vera grimmar að sækja á kurvuna. Villa dæmd á Njarðvík. Sennilega Fyrsta Villa á villa sem 11. er dæmd í fjórðum nú bara heila. Já. Grindavík eruleikum með að koma boltanum inn. Fengu aftur innkast. Jæja, og góð hreyfing. Villa og Júls. Já. Hulda með gott hlaup á körfuna og fær sendinguna. Já, fór ákvöður á körfuna. Uppskert 2 víti. Stuttur. Seinna viti Geiga líka. Já, þetta er... Njarðvíkingarnir sjálfsagt bara sáttu við það. Nú geta þeir minnka munin enn frekar. Þrefaldan niður á póstinn. Þristur. Gengur ekki. Vilborg fer í... Reynir við sóknarfrákasti. Já. Að sjálfsögðu, en fer út af henni. Unnur, hún er nú bara komin... Já, þær eru... Það er bara að fara nánast alltaf að kurfunni. Sjáu þið þetta. Enn og aftur sækir Hulda sterta kurfunni. Bara flottur leikur hjá henni. Ekki spurning. Hún er að vera rosalega ákveðin. Já, komið 10 stig. Já. Hulda og Elisabeth svona atkvæðamestar í Grindavíkurliðinu. En stigaskorunin hjá Grindavík, hún er að dreifast miklu betur. Já, þetta eru svona fleiri að hendi í púkið. Já, það hefur legið svolítið mikið í fyrri hálfleika á henni Vilborgu hjá Njarðvík og svo hefur Anna Lilja stigið upp núna í seinni hálfleik. Já,
En það vantar fleiri. Það vantar fleiri, já. Villa dæmd á unni. Já, fyrsta villa Grindvíkinga í þessum fjórðung, þannig að það er lágt í bónus eða þá. Það er Anna Lilja smá kvild. Já. Eva Sólan kemur inn á. Já, já. Þetta var villa á Heklu. Já, Heklu. Víti. Jæja, setjum fyrsta. Eða fyrra. Setja líka. Munum komin í 13 stig. 13 stig aftur. Þeir nú Hulda meðan hún fer úr skref. Jæja. Eða ekki, dómarinn dæmdi það ekki. Dómarinn dæmdi það ekki, þá er það ekki skref. Skipting. Sigurveginn fyrir Láru. Láru, já. Viktoría. 5 sekúndur eftir á skotklukkunni. Hulda. Já, flott. Missir það flott frákast af nærðingunum. Það væri mikilvægt fyrir nærðingarna ná nú að koma sér niður í 10-11 stig. Já. Svona. Það væri sterkt ef við gætu það svona fyrir lokafjórðunginn. Dæmt villa. Tvö skot. Skipting. Krista kemur inn á fyrir, hver var þetta sem var að fara út af, var þetta ekki Júls? Það var Júls, já. 12 stiga munur, seinna vítið eftir. Ellefu stig, já. 1,5 mínútu eftir á þriðja leikluta. Já. Hekla fer á körfuna. Júlía nær í frákasti, virkilega ótrúlega mikilvægt, en hún missir hann. Krista tekur hann. Njarðvík heldur boltanum. Leikhlé Grindavík. Já. Aðeins að fara yfir þessa síðustu mínútu. Mikilvægt fyrir Grindavík að svona ná að halda í það minnsta þessum mun. Já. Ekki hérna koma Njarðvíkingum á sporið. Nei, það er ekki reyna svona að koma í veg fyrir að fái trúna. Já, körfubolti er náttúrulega leikur áhlaupa og það er ótrúlegustu hluti sem geta gerst þegar sjálfstraustið er í botni hjá liðum og hérna leikir geta sveiflast auðveldlega til og frá. Ég horfði á, það var 10. flokkur drengja hérna á föstudaginn, hann á nú svakalegur endir á þeim leik, sástu það? Já, ég sá hluta af honum. Já. Það var sko ekki búið fyrir hann að bjallan hringir sko, það er bara Þristur og Villa vinnur leikinn. Já. Og hérna, setti vítið niður drengurinn. Þannig að það er helling eftir að leiknum. Nóg eftir, ekki spurning.
Njarðvíkingarnir búin að kroppa þetta eru 60 núna, þessar 7 mínútur sem eru liðnar seinni hálfleik, þannig að Já, verið svona önnur holning á Njarðvíkurliðinu. Já. Verið svona grimmar í vörninni og Já. boltinn svona oftar en ekki floti betur í sókninni. já. Það er að vinna fjórðunginn 12-6. Þannig að það er líka náð að halda Grindvíkingunum svona frá þessum auðvöldu körfum sem að fengu fyrri hálfleik. Já. Og það missa hann. Grindvíkingarnir leggja af stað. En tapaði boltinn. Vilborg tekur frákastið. Þetta er nú vel hlaupin. Völlurinn þetta bara eiginlega báðum liðum. Þetta er svona eiginlega bara eins og spretthlaup. En Vilborg, hún setur hann niður. Kemur þessu niður í 9 stig. Ótrúlega barátta hérna. Það er svo mikið undir líka. Unnur fyrir að hún sótti bara 2 víti þarna. Hún var búin að ákveða þetta bara þegar hún fékk boltan. Skipting, Elisabeth kemur inn á. Kemur inn á fyrir Heklu. Já, hún fekk dálítið góða hvíld núna. Það er að vinna leiki með 15 stigum sko þegar hún er inn á. Þannig að hún er gríðarlega mikil hún Elisabeth fyrir Grindavíkurliði. Já, kom með 12 stig. 9 stig. 9 stig og 5 frákost. Já. Og brennir að fyrra, ekki? Brennir að báðum. Viktoría sækir þetta. Tekur sóknar frákost. Það er mikilvægt fyrir Grindavík. Það er fyrst að fá korfu núna. Góð sending. Elli vildi fá villu, heyrðist mér. Eða hvort hann hafi verið að kvartíða og hann hafi klikkað á leigubúnu, ég veit það ekki. Já, annarkvort. Ég fannst þetta nú ekki vera villa, en hérna... Skóklukkan er búinn. 12 sekúndur eftir af 3. leikluta. Njarðvík getur gert þetta ennþá jafnari leik núna með kurvu núna. Já. Það er svo mikið eftir þessu leik. Viktoría Sigurveig með skot, gengur ekki. Á. 9 stiga munur í hálfleik. 9 stiga munur í þetta 1 leiklut eftir. Njarðvíkingar unnu þennan leikluta með 8 stigum. Já. Bara kannski þá aðeins yfir hvort hvað hefur breyst í tölfræðinni einhver. Hvernig Njarðvíkingar var þar? Já, Njarðvík tapaði ekki nema 2 eða 3 boltum. 2 boltum. Núna í þriðja leikluta. Og hérna... Grindvíkingarnir eru með 10 tapaða, þannig að þeir töpuðu 5 í þessum leikluta. Já, og Njarðvík skorar meira í þriðja leikluta heldur en í fyrri hálfleiknum til samans. Já. Fá fleiri sóknir, ekki að tapa boltanum. Já. Þannig að... Nú voru grimmari, það var meira flæði hjá þeim. Algjörlega. Og grimmari að sækja korfunni. Þannig að þetta er... kannski... Þannig að Hulda er stiga hæst með 10 stig, Elisabeth 9, Unnur og Júlía 6. Hjá Njarðvíkingum er það Vilborg með 15, Anna 8. Aðrar eru með minna. Vilborg er með 7 frákust, Anna 6, báðir yngri en Njarðvík. Jules er náttúrulega með 12. Hún er frákast að hæst á vellinum. Vilborg með 15 stiga hæst á vellinum. Þannig að þetta er... Það er spennandi fjórðuleikluti framöndan. Njarðvík byrjar með boltan. Maður. Þetta er... Og Grindavík tekur hann. Enni tapaði boltinn hjá Njarðvík. Júlía gefur á Elisabetu, Viktoría fer á körfuna. Missir. Jules með frákastið. Jules með henni eitt frákastið. Vilborg kemur upp með boltan.
Stolið bolti. Elisabeth kemur upp með boltan. Nei, þessi var nú einkennilega sending, en þetta reddaðist hjá Grindvíkingum. 2 sóknir hjá Njarðvík í fjórðarleik hluta og 2 tapaði bolta. Þryggjast að karfa hjá Huldu. Þessi var alveg svakalega mikilvæg fyrir þær gulklæddu. Ekki spurning, frábær karfa hjá Huldu og kemur mununum aftur 12 stiga leikur. Upp í 12 stig. Það er skipta hérna skínum. Njarðvík. Lára Geigar. Elisabeth tekur frákasti og hún leggur bara í hann. Stoppar. Skynsöm. Já. Nýr tilbaka. Hulda. Það er svona dálítið að drífa sig hérna. Stelpunar í Grindavík. Skipting. Sara kemur inn fyrir Sigurveigu, já. Vilborg kemur upp með boltan og sem fyrir Viktoría að gæta hennar. Villa dæmt. 2 skot. Villa dæmt á Júlíu. Já, hún er þá komið með 3. 3 villur. Tæknivilla dæmt á Grindvíkinga. Bekkinu Grindavík. Það var mikið látbragð þarna þegar villan var dæmt. Og þau voru nú eitthvað búin að vara Ólöfu Helgu og Ellert Magnússon við. Þannig að þolinmæðin var búin á dómarunum. Lára setur fyrsta viti niður. Þetta komið svo bara niður í 9 stig á línunni og fá boltan. Og fá boltan aftur. Þetta er örugt onni. 10 stiga leikur. Já. Örugg á línunni, Lára. Já. Setur öll 3 viti niður og Njarðvíkingar eiga boltan. Njarðvíkingar eiga boltan. Þetta gæti verið snúningspunktur. Ég var þetta ekki eftir fyrir miðju, en jæja, hvað sé því líður? Grindavík með boltan. Grindavík á boltan. Maður er aðeins að fylgjast með grindvíska þjálfarateyminu. Það er mikið líf á hliðalínunum hérna báðum megin. Já, enda mikið í húfi og tapa boltanum strax aftur maður. Það að fara, sýnist mér bara hendi 8 sekúndur hérna í miðju. Nei. Þetta slapp til. Njarðvík. Júl kemst auðveldlega upp á körfunni. Og setur þetta niður. 7 stiga leikur Ingvar. Það er spurning. Nú er sjálfstraustið dálítið Njarðvík megin. Það er spurning hvað gerist. Villa dæmt á Njarðvíkinga. Þannig að það er innkast á undir körfunni. Tveggja stiga skot hjá Viktoríu, hún setur þetta niður. Þessi var mikilvæg. Já. Aðeins að binda á hnútinn. Já. Eða leysa á hnútinn. Viktoría á Vilborgu hérna. Vilborg með 3 stiga skot. Þetta er spjaldið og það var engin afgangur á þessu maður. Munurinn er komin niður í 6 stig. Þetta er svakalegt. Þetta verða rosa spennandi mínútur sem við eigum í vændum. Kemur skrín. Hulda. Viktoría aftur.
Gengur ekki. Geigar í þetta skipti. Njarðvíkingarnir geta minnka munin í 4 stig. Og gera það! Sterkt. Farið henni upp á körfunni hjá Vilborgu og það var engin afgangur af þessu. Nú er pressan á Grindavík. Já, algjörlega. Hulda ræðist á körfuna. Þetta var nálægt því að setja hann bara hérna úr erfiðu skoti. 2 skot. (41, 37). 4 mínútur rétt rúmar eftir. Hulda á línunni. Geigar. Þær eru búin að vera dálítið. Þær eru með 5 af 16 í vítum Grindavík. Já, búin að brenna mikið á línunni. Já. Setur seinna. Jæja. Setur seinna. Vilborg kemur með boltanu. Nú er spennan að magnast. Þetta er orðið leikur. Elisabeth á Láru. Þetta var nú Sara með undarlegar hreyfingu. En jæja, áfram gakk. Og hún brýtur. Njarðvíkingarnir konar þá með 3 liðsvillur. Voru með enga bara fyrir, ekki svo lengur síðan. Nei, leikli. Njarðvík tekur leikli. Já, það er alltaf aðeins að svona róa þær og fara yfir málin. 4 mínútur eftir að leiknum og munurinn komið niður í 5 stig. 5 stig. Vilborg stigaðist af vellinu með 20 stig. Svo er þær með Grindavík og megin Elisabeth með 11 og Hulda 14. Til að fara þá aðeins yfir einhverja tölfræði. Já, Elisabeth er með 9 stig samkvæmt tölfræði en 11 stig samkvæmt töflunni hérna. Já, ok, þannig að það er... Ætli við tristum ekki tölfræðinni. Jú. Svo... Það eru með 11 tapaða, Grindavík, Njarðvík er með 19. Það er tiltölulega jafnt frákastabaráttan, þannig. Já, þetta er svona... fleiri sóknarfrákust Njarðvíkingarnir. Það er 39-32 í heildina. Leikurinn er jafnast mikið út núna. Já. Og hérna, þetta verður spennandi í síðustu 4 mínúturnar. Það verður gaman að sjá hvort að Njarðvíkingar ná að gera alveg þessu eða hvort að Grindvíkingar ætli að standa þetta af sér og sigla þessu heim. Sigla þessu heim, já. Já, sama hvað gerist, þá fer bikarinn Reykjanesbrautina. Bikarinn fer Reykjanesbrautina, það er alveg á hreinu. Þetta var líka dálítið erfið sending. Þarna. Viktoría kemur, Vilborg á Viktoríu. Sending á Huldu. Aftur villa og 2 skot. Já. Hulda er... Hvað er hún búin að fiska villum í leiknum? Já, það verður gaman að skoða það. Já, er það ekki... Og hérna 5, þetta er sennilega 7. villan sem hún fiskar í leiknum. Og setur núna fyrra vítu honni. Flott hjá henni. 6 stiga leikur. Og seinna víti líka. Ok. 7 stiga leikur, Vilborg kemur upp með boltan. Góð vörn hjá Viktoríu. Það er stelunum! Þetta var rosalega mikilvægt fyrir Grindavík. Löng sending, það er ekkert að hika við hlutina. Jæja, þetta var nú kannski, þær hefðu bara mátt róa leikinn. Þarna, voru með boltan, góðri stöðu, þannig bara... Taka góða sók, fá gott skot. En
Njarðvíkingarnir fá boltan, Hulda ætlar að stela honum. Boltinn Já, af já. Elisabeth út Já. af og Njarðvík á innkast. Það er erfitt að skjóta við Elisabetu, þannig að þetta var bara flott hjá henni að koma hann og ná að stíga fyrir. Sara mist. Fær þarna tenda villu á Elisabetu. Elisabeth er ekki í villuvandræðum. Það eru 2 villur á hana og 2 liðsvillur á Grindavík í leiklutónum. Þannig að Vilborg vill fá hann á póstinum. Villa og 1! Vel klárað þarna hjá Láru. Þetta var rosalega vel gert hjá Láru. Setur vítið. Erðu fjárhagstæða leikur aftur á nýja leik. Júlía fer hún alla leið. Elisabeth með stutt skot. Gengur ekki, frábær barátta í frákastinu. Frábær barátta hjá báðum. Já, Júlía og Nessu búin að ná því, en Njarðvíkingar héldu Þetta er orðið 2 stiga leikur. Þetta er orðið 2 stiga leikur. 2:40 eftir. Já, þetta er bara... Nú er... Þetta er... Ég meina, þær eru búin að snúa 17 stiga tapi í hálfleik. Sér næst bara að verði í hag. Það er bara... Það eru 2 stig eftir. Þeir eru fórustu. Já. Ótrúlega viðsnúningur og... Þetta er bara... Þetta er það sem gerir þessa íþrótt svo skemmtilega. Já, þetta er... Eins og við segðum aðan, leikur áhlaupa og hérna... Þetta er ekki... Kallað móður allra íþrótta fyrir ekki neitt. Nei, það er... Og við þar bara algjörlega hlutlausir. Algjörlega. Þetta er bara orðið á götunni. Já, þetta er bara það sem maður heyrir. Það er stíga hérna á völlin. Ég sé að Unnur er komin af velli, Ása er komin inn á. Þannig að það er byrjunarliðið bara hjá Grindavík. Og það er það sama hjá... Byrjunarliðið hjá Njarðvík líka. Já, þannig að það eru bara fyrstu 5 inn á. Grindavík eiga innkast. Það er alltaf aftur að pressa allan völl. Ég veit það ekki. Brjóta hérna af sér og setja Grindvíkingarna á línuna. Já, því að það hefur nefnilega gengið ágætlega hjá Njarðvíkingum bara þegar þeir eru bara á hálfu velli. Varnarlega. Já. Þannig að það lá ekki á að fara í pressu, en... Nei, það var nægu tími eftir ennþá. Já. Hún setur það. Já, hún er náttúrulega búin að vera á Ítalínunum meira og minna núna síðustu mínútur, þannig að hún er farin að venjast þessu. Já. Hún Hulda. Hulda kom með 17 stig og það er bingo hjá henni maður. Þetta er 4 stiga leikur aftur. 2:30 eftir. Það er Viktoría. Júlía reynir að stela honum. Þetta! Já, fór af gulum. 8 sekúndur eftir á skotklukkunni. Vilborg vill fá hana á blokkinni. Það er vantar að Ursíð þurfa að koma að líka við 4 á hana. Njarðvíkingarnir taka. Verður að taka skotið. Lára með 3 stiga. Þetta hefði, húsið hefði farið á, þakið hefði farið á húsinu ef þetta verið honi. Það er bara þannig. En það er þetta ef og hefði og alltaf. Það er á milli. En Njarðvíkingar náðu sókn á frákastinu og halda boltanum. Já, Sara Mist tekur hann inn. Það vilja fá... Það hendunum beinustu leið út af. Það er... Taugarnar eru þandar. Það er bara þannig.
og þá verða oft á tíðum mistök. En það eru nú ungar þessar stelpur, það er læra af þessu. Já, já. Leikjum. Elva Lára kemur inn fyrir Söru. Já. Hulda kemur upp með boltan. Það er bara alltaf að spila. Þetta er svo erfið sending, en virkilega vel gert hjá Jules. Villa dæmd á Grindavík og áhörundur ekki sammála. Ekki sammála. En dómarinn er búinn að dæma villu. 2 skot, segja þeir. Var hún í skoti eða er bónus? Það er ekki bónus. Þeir vilja meina að hún hafi verið komin í skothreyfinguna. Ok, við verðum bara að setja okkur við það. Já, en hún missir fyrra skoti. Hún missir fyrra skoti. Seinna er hún, heyrðu. Þetta er óvanalegt. Já, maður sér ekki oft loftbolta í vítum. Nei. En taugarnar hafa nú sennilega eitthvað að segja með þetta. Þannig að allt í einu er bara gott fyrir Grindavíkurstelpur að þetta var víti. Því að það er bara núna að fá þær boltan. Já. Og ennþá ferðast eða munur. Hulda, hún róar þetta niður. En Júlía er svo sem Elisabeth tekur skot. Hún setur það niður, stelpan! Þetta 60 leikur. 60 leikur og 1,5 mínútu eftir. Njarðvíkingarnir verða að svara. Það er bara þannig, Elisabeth á henni og gengur ekki, Hulda með frákastið. Anna Lilja brennir af þetta. Það hefði verið svo gott fyrir leikinu þessi þegar farið onni. Júl gefur á Elisabethu, Ása stutt 2 stiga skot, brennir af. Júlía sækir það. Þær verða náttúrulega stíg út fyrir langan tvist. Brennir af. Elli Magg er ósáttur við að hans stúlkur hafi ekki hreinlega bara róað sér niður eftir þetta sóknarfrákast. Margt til í því hjá honum. Það lá ekkert á því að skjóta honum strax eftir. En 1 mínúta eftir, 6 stiga munur. Vilborg fer á vinstri hendina. 2 stiga skot, brennir af, en Jules með frá 3 stiga skot og það er honni! Og það er stela boltanum! Hvað er að gerast hérna? Hvað er að gerast? Og þristur aftur. Þetta er stuttur. Elva með frákastið. Elva, sko, er ekki frá því að hún hafi alltaf ekki að fara við miðju, jú. Þetta var á mörgum þess líka að vera end one handa þristur. Já, hann fór í hann eftir skotið, en ég ætlaði ekki bara að pressa boltan, nei, það er náttúrulega að fá að þetta er góðu munur á Villa, þetta er svo dýrt. Þetta er svo dýrt. Skotklukkan að renna út og lítið eftir á skotklukkunni og brjóta. Nú fá það 2 skot. Já, og Viktoría á línuna. Viktoría er fín vítaskytta. Þetta er sennilega það sem að Grindavík hefði óskað sér. Bara saman á því. Éta niður tíman og fá svo vítaskot. Hún setur fyrra. Þetta var gríðarlega mikilvægt víti. Komið svo í 2 sókna leik. Svo lengi sem maður fá ekki end one og 3. En hún setna niður líka. Eiga Njarðvíkingarnir ekki leikli, nei, bara eiga ekki leikli sennilega. Vilborg. Það ráðast á körfuna. Að brenna. Júlía tekur frákastið og dæmt uppkast. Hver er eigan? Njarðvík á boltan. Það er líflína. 11 sekúndur eftir. Það þurfa bara einfallega, hefði ekki verið snjallt að taka leikliðið þá áðan. Nei, taka það núna. Þegar það eru 11 sekúndur eftir, 5 stigum undir. Hvað myndið þú teikna upp núna? Ætlar að fara í þristinningar eða ætlar að fara bara í snöggan tvist? Já, það er erfitt að segja. Það maður myndi ekki sjá hvort að Elli er búið með leikliðin í Grindvíkingarnir, þannig að þeir geta ekki tekið leiklið og fengið hann framar á vellinum.
ef þær skora. Nei, þær þurfa náttúrulega, hvort sem þau skora tvist eða þrist, þá þurfa þær að reyna að stela honum strax eða brjóta þá leið ef það gengur ekki. Já, þannig að við sjáum hvað Jói er að fara yfir þetta með þeim hana. Einhverjir hérna, áður gaman að sjá hvað Grindvíkingarnir gera varnarlega. Þeir bara, það eiga enga villu til að gefa. En kannski að það vilji bara hafa þær á vítalínunni, ég veit það ekki. Já. Nei, við sjáum. Það er ein leið. Það er ein leið, bara. En á meðan þær brjóta ekki í lífi tíminn. Já, algjörlega. Og tíminn vinnur með Grindvíkingur núna. Það reyna nú sennilega við slökkan tvist hérna. Nei! Það færi tvistir, gengur ekki. Jæja. Ná frákastinu og minnka munin í 3 stig. Þetta er búið, náðu ekki að brjóta. Grindavík eru bikarmeistarar í 9. flokki kvenna árið 2018. Já, virkilega flottur sigur hjá Grindavík. Bara heilt yfir betra liðið kannski en frábær seinni hálfleikur hjá Njarðvíkingunum náttúrulega að koma tilbaka. Ekki spurning. Þær gerðu þetta leik. Þær gerðu þetta leik og voru ekki langt frá því að jafna metin hreinlega bara eða komast yfir. En já, þær voru komið niður í 2 stig og höfðu tækifæri til þess að jafna eða komast yfir. Já. En sterkt hjá Grindavík að klára. Virkilega sterkt. Það er náttúrulega hafi ekki unnið bikar í þessi flokkur, ekkert í fyrra. Eru ekki Íslandsmeistarar í fyrra. Nei, sennilega voru það síðast meistarar í 8. eða 7. flokki jafnvel sko. 7. Já. Og við vorum að ræða eða minnibolt 11 ára, ég man ekki hvort það var. Og við vorum að ræða það hérna í hálfleik að það er dálítið síðan held ég að Grindavík hefur unnið Njarðvík. Já. Þannig að þetta er bara gaman fyrir þær en á hinbóginn auðvitað súrt að tapa svona leikjum. Alltaf leiðilegt að tapa og en þetta eru 2 mjög jöfn og mjög góð lið. Mjög góð lið, já. Lið sem hafa verið yfirburðar í þessum árgangi í rauninni alla tíð. Já. Og það var svona verið að voru að skiptast á að vinna áður og tóku Njarðvíkingar aðeins við keflinu en frábær sigur að Grindavík í dag. Þetta er annar bikarmeistaratill Grindavíkur helgina. Þær urðu bikarmeistarar líka í 10. flokki kvenna hérna á föstudaginn. Já, þeir eru unnu Keflavík. Þannig að þessir kvennastarfið í þessum yngri flokkum með Grindavík hefur verið gríðarlega gott og náttúrulega í Njarðvík líka. Það er mikill metnaður beggja vegna í þessum klubbum. Í þessum yngri flokkum. Já. Að minnstakosti. Við förum svona aðeins yfir tölfræðina þá stigahæstar í liði Grindavíkur er Hulda Björk með 18 stig, Elisabeth með 11, Viktoría með 7 og Unnur og Júlía með 6. Já. Hjá Njarðvík var Vilborg langatkvæðumest með 22 stig. Anna Lilja með 8, Lára með 7, Júls með 5 og aðrar minna. Frákostin Júls með 15 frákost, Anna Lilja með 8 frákost og Vilborg 7. Njarðvíkur með, Hjá Grindavík voru Elisabeth með 6, Júlía með 5 og Hulda og Melkorka með sikkur 4 frákostin. Já. Stóðsendingur Júlía í Grindavíkur með Júlía 4, Viktoría 4, Elisabeth 3 og svo hjá Njarðvík var Júls með 3 og Vilborg með 2. Elisabeth með 3 varinn skot í leiknum. Já, Elisabeth átti frábæran leik og Hulda líka. Hulda líka, algjörlega. Virkilega flottar. Virkilega flottar báðar.
En Njarðvíkingarnir að taka móti Silfrinu. Silfurverðlaunum, bara það alltaf annað lið sem þarf að tapa á. Já, óskum þeim til hamingju, frábær árangur hjá þeim í bikarkeppninni í framtíðin vetur og það bara þannig, virkilega efnilega stelpur. Ekki spurning, og voru gaman að fylgjast með þeim áfram í Íslandsmótinu. Já. Og þá taka Grindvíkingar á móti sínum verðlaunum. Viktoría Rósi sé þetta, hún með 5 stolna bolta í leiknum. Spilaði frábæran varnarleik. Spilaði vörn á Vilborgu allan leikinn. Já, lét hann að hafa virkilega fyrir þessu. Og var villulaus í seinni hálfleik. Já, það ótrúlegt. Verðlauna fyrir mann leiksins. Elisabeth Ýr heyrðist mér. Vel að þessu komin. Vel að þessu komin, já. Algjörlega. En þá fer bikarinn að fara á loft og hérna... Við ekki bara fara að kveðja. Við förum að kveðja og leifum bara þeim að njóta sín. Já. Óskuðum inni til að hamingju með titilinn og hérna... Bara við þökkum fyrir okkur. Takk fyrir samfylgdina. Sömuleiðis.